Í sýnidæmi 2 erum við að vinna með bílasölu sem með mismunandi bíla. Okkur gefið að það eru þarna Toyotur sem að falla þá inn í þetta hérna mengi. Við erum með rauða bíla sem falla hérna inn í þetta mengi. Og við erum með bíla sem eru árgerð 2014 sem falla inn í þetta hérna mengi. Og það sést að sumir bílana falla inn í fleiri en eitt mengi. Til dæmis eru þessir bílar hérna, þessir 5 bílar, bæði Toyotur og rauðir bílar. Og við erum að fara að finna núna í fyrsta lagi P af T, sem hverju líkurnar á að við veljum okkur bíl, þá veljum við Toyotu. Og til þess að reikna svona út, þá þurfum við að vita heildarfjöldann af bílasölunni sem 200 og svo heildarfjölda Toyotana sem þá inni í þessu mengi. Og við myndum þá að gera svona. Leggjum saman alla þá bíla sem falla inn í Toyota-mengið. 19 pluss 5 pluss 4 pluss 2. Og hérna erum við komið með alla þá bíla sem eru inn í Toyota-mengið. Nú skulum við deila þeim með heildarfjöldanum sem á bílasölunni sem 200. Og fáum við 0,15. Það eru líkurnar. Mér finnst skemmtilega að sjá þetta í prósentum, þannig að ég bæti því við. Í næsta lið þá erum við að fara að finna P af R, sem líkurnar á að við veljum rauðan bíl. Nú myndum við gera þetta eftirfarandi hátt. Eins og áðan. Við veljum þá allar tölunar sem að falla hérna inn í mengið rauðir bílar. Það er 5 pluss 2 pluss 6 pluss 27. Þetta eru allir þeir bílar sem eru rauðir. Og deilum því síðan með heildarfjöldanum sem 200. Fá 0,2 eða 20%. Í þriðja liðnum erum við að finna líkurnar á að við veljum bíl sem R og T, sem sagt að við veljum bíl að það sé bæði Toyota og þetta sem sagt rauð Toyota. Og við sjáum það að það eru 2 tölur sem falla inn í bæði mengi, það er 5 og 2. Eftirfarandi hátt. 5 pluss 2 deilt með heildarfjöldann á bílasölunni. Svona. Núna 3,5%. Í fjórða liðnum erum við að finna líkurnar á að veljum árgerð 2014 bíl eða Toyota. Sem sagt það er bæði í boði að velja Toyota eða árgerð 2014. Hérna ætlum við vissulega að notast við allar tölunar sem að falla undir Toyota-mengið og líka allar þær tölur sem að falla undir árgerð 2014-mengið. En við þurfum að hafa sérstaklega í huga að sumir bílana, þessi hér og þessi hér, inn í 2 mengjum og við megum ekki telja á tvisvar. Við þurfum eiginlega bara að taka þetta, 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 þetta og svo þetta og þetta. Við megum ekki gera þetta. Telja saman þetta mengi og svo telja aftur saman þetta mengi. Það gengur ekki. Þá erum við nefnilega að tvítelja sömu bílana. Gerum þetta eftir hátt. Nítján, 5, 2, 4, 6 og 8.
deilum við síðan með heildarfjöldanum. Og í síðasta liðnum ætlum við að finna það að líkurnar á því að við veljum ekki sem við veljum ekki bíl sem er árgerð 2014. Við vitum að þetta hérna er árgerð 2014. Við vitum líka að það eru 200 bílar á bílasögunni, þannig að allir bílar nema þessir hér eru árgerð 2014. Ég geri þetta svona. Ég setjum heildarfjölda bílana, dreg frá þeirri tölu þá bíla sem eru árgerð 2014. 8 4 plus 2 plus 6. Svona. Og nú er komið þann fjölda sem er ekki árgerð 2014. Ég deili því þá með heildarfjöldanum á bílasögunni. Það fæ 90%. Og þá er þessu dæmi lokið.